Fundarstjóri hefur einhvern veginn heyrt nafnið Adolf Hitler. Ábyggilega. En ef ekki, skal ég gefa þér stutta kynningu á honum meistara Hitler. Hann var geðsjúkur, morðóður, valdasjúkur, nasisti, samviskulaus og já, myndist já, samviskulaus. Sjáðu til, Hitler hafði enga samvisku og þar af leiðandi fékk hann aldrei samviskubit. En hefði meistari Hitler haft samvisku, þá hefði verið fær á því að fá samviskubit og þar af leiðandi ekki drepið 6 milljónir gyðinga eða sjá liðsmenn Leifs Hitler fyrir sér í skjóli nætur að lauma gyðingum Auschwitz með sjúkan samara. Æ, sorry krakkar, hann er miður minn yfir öllum þessum fjöldamorðum, ég veit ekki hvað kom yfir mig. Nei, ég sjálfsögðu ekki, því samviska Hitlers virkaði ekki. Samviska okkar hinna virkar og þess vegna erum við ekki drepandi 6 milljónir gyðinga á þess að svitna. Og þess vegna fáum við samviskubit. Við þotuliðinu erum með samviskubiti því að ef enginn fengið samviskubit þá værum við öll eins og Adolf Hitler. Og það vill enginn nema liðsmenn Leifs. Svo er annað varðandi samviskubit og það er það að samviskubit er geð slæm tilfinning. Og nú er ábyggilega að pæla, af hverju finnst honum gott að fá slæma tilfinningu? Og ég skil ykkur. En málið er það að ef samviskubit myndi virka eins og fullnæging, þá væri allir bara að gera þetta slæman hluti alltaf. En það sem samviskubit er slæm tilfinning, vill enginn gera slæman hlut því í kjölfar slæmalutsins kemur þetta á samviskubit. Sniðugt, ekki satt? Maður fær ekkert samviskubit þegar maður hjálpar gömlu konu yfir götunni eða segir eitthvað undir vegar, því það eru góðir hlutir og ekkert sem það er að lagfæra að fara til þá. En ef þú hrindir gömlu konu og segir túristar og fara til Akureyrar í stað þess að segja okkar Hallgrímskirkja er, þá færðu samviskubit. Tóni þessi sagði aftur að það verður að fara á móti samviskubiti svo virka. Strákar, þú segir stopp. Samviskubit er tækifæri á að læra mistökum. Verður þá að vera á móti lærdóminn svo hann virki líka. Tóni þessi sagði að verðum að sækja í samviskubit ef umræðafni var í Bandaríkin og við með, þá þýðir það ekki að við viljum sækja í Bandaríkin. Bara það sé frekar frábært land og mikilvægt heim. Tóni, myndirðu virkilega sveltaðist það sem bara ljúffengt, epla, innkert og íkert? Tóni, þú spurður okkur hvernig við getum verið með einhverju sem við viljum ekki fá. Tóni, við erum með því og viljum því ekki fá það. Já, en það er ekki aldrei við samviskubit. Við gerum góða hluti til að forðast það. Kitty Kasi og kalla okkur samviskubit sá það handrugara bara vegna þess að við mælum með því. Sko, Kitty, ég skal segja þér og vinið þér með þetta aftur. Við viljum ekkert fá samviskubit og þess vegna er það svona gott. Við gerum ekki neitt slæmt út af við viljum ekki fá það. Kæru gestir, hvernig sem við horfum á þetta er samviskubit eitthvað af þessum hlutum sem bara verða að vera til stað. Og þess vegna mælum við með því. Þetta er svo einfalt. Svo kæru gestir, ég bið ykkur aðeins eitt. Að loka augunum, ímynda ykkur líf án samviskubits og kætast með mér yfir því að við skulum lifa með svo yndislegum hlut sem samviskubit er. Fundarstjóri, dómarar, andmælandi gestir. Ég er lífsfundur maður og hefur marga fjöruna sopið, fleiri en flestir. Við sjáum kæru vinir og líka til hinir, það er ekki nóg að þessi lítið af, það þarf að vera mikið til að setja maður sem elskar samviskubit. Og líklegt er að breytingar hafi buxurnar skítið í þessum umræðum samningum. En snúum okkur nú á málsins kjarna sem er ástæðan fyrir því að viðstöðunum hér og því sem við þarna. Samviskubit eru slæm, drast, jafnvel meira drast en júrósafbyrnast. Að fá samviskubit er eitthvað sem allir forðast, líkt og við forðumst í auga dauðans að horfa. Og ástæðan er einföld, við viljum ekki fá þau. Það láta okkur líða illa í sálinn, svo illa viljum við að slá þau. Breytingar segja þau nauðsynleg, okkar tilveru óaðskiljanleg, en það sem þeir ekki muna og jafnvel ekki skilja og hlustum og veð því þennan sálmakli aðeins einu sinna þylja til að samviskubitin gegni sínu hlutverki rétt megum við þau ekki vilja. Því að þau sæktumst eftir þeim eða okkur þættu þau góð, þá yrðum við að endanum samviskubita óð, æsti að gera slæma hluti og þetta ílskunar slóð og leggja nú verður hlustur og pæli í því að án ítlar að gjörða fengum við ekki bitin sem við sæktum svo í og ef við þurfum að breyta rangt til að finna hamingju, þá verður mannlegt samfélag fyrir bí. Þar stendur lífurinn í kúnni, liggur hundurinn grafinn og ég vona alltaf að koma til einhvern veginn rökbóðan þaninn og reyna að hrekja minna 30 línur rökgrímu en þá með fyrir allir á óvinnum og svara en ég er rétt að byrja, býðið þið bara. Anton talaði góða tilgang samviskubita sem er ekkert annað en röklega niðurgangsskita. Því tilgangum gera þau meðgott, þetta ættu þið pollar að vita. Ef bókvaran er banka og gefur svo peningin til góðgerðamála, hann er nú meira höfðingi. En það er aldrei sjálf sér gott. Guðmund vissi að tala ógeðslega mikið hvað samviskubit væri slæmt. Sko, ef þú ert með einhverju, finnst þér það eftirsóknarvert. Ef þú ert á móti einhverju, viltu það ekki. Oft vantar miðstöðar að þetta er skipta ból. Kummaðurinn talaði Adolf Hitler. Já, hann var mjög geðveikur. En segðu mér, kummenni, hvernig væru menn sem væru beinlínis með samviskubitum? Einhvers konar ofur illmenni sem stinga gamla konur og sprengja í kjætti til þess eins og vantar samviskubit. Jippí! Einar talaði að hann væri fylgjandi samviskubitum því þau væri nauðsynleg. Sko, ef það væri skyndilega nauðsynlegt að fórna ungabarnið til að starta bíl, þá væri það ekki brjálæðislega gott að fórna ungabarnið. En finnst þér það? Oi.
Nú hafa handruggarnir eitt meirhluti keppni í að tala um hvað heimurinn væri hrikalegur og væri ekkert samviskubit. Þið, kæru handruggarar, eru að tala langt út fyrir efnið. Efnið ekki tilhugsu samviskubita eða heimurinn slæmur eða ekkert samviskubit. Heldur samviskubit, punktur. Við viljum ekkert eyða þessu samviskubitum og okkur finnst það bara leiðilegt og Kitty Lágur hatar leiðilega hluti. Tony 2 sagði að samviskubiti léti okkur ekki líða illa. Hann lætur samviskubiti líða vel, öðru lætur það líða illa, annars myndir ekki breyta hegðun. Tony 2 sagði hann hefði lært af samviskubitinu að hegða sig betur. En Tony, ef þú hefur fílað samviskubitið, þá hefur ekki breytt hegðunni og aldrei þroskast. Þess vegna erum við öll á móti samviskubiti. Nú hef ég sýnt ykkur með rýmum og rökum að allir eru andvígir samviskubitum af þeim einföldu sökum að okkur þætti það ágætt og þess virði það að sækja að myndi að lífa okkar mjög mikið flækja. Ég segi að lokum og ég segi þess að einhver getur með sannindum sagt eftir þess að hagastu Rómsu fylgdi með pompi og prakt að samviskubit séu eftirsóknarverð, skal ég geta að ímynda það hafa.